Góðan daginn, kæra samstarfsfólk, frummælendur og aðrir gestir. Velkomin á þennan rannsóknainnviðadag Háskóla Íslands sem tileinkaður er rannsóknargögnum sem er mjög mikilvægt viðfangsefni og í því öfluga rannsóknarstarfi sem stundað er við deildir, rannsóknarstofnanir og rannsóknarsetur Háskóla Íslands verður þið gríðarlegt magn rannsóknargagna eins og við flest þekkjum. Og í þessum gögnum eru fólkin mikil verðmæti og mikilvægur þáttur í eflingu rannsóknainnviða háskólans er að uppbygging og umsýsla gagnagrunna verði með því móti að gögn sem hér er safnað verði aðgengileg sem flestum með þeim takmörkunum sem kunna að vera í einstaka tilvikum, til dæmis varðandi viðkvæmar upplýsingar. Eitt af markmiðum stefnu Háskóla Íslands HÍ26 er, og tilvitnun hefst, að stuðningur við rannsakendur verði efldur með bættu aðgengi að styrkjum og rannsóknarinnviðum sem og opnum og betri aðgangi að rannsóknargögnum og niðurstöðum, tilvitnun lýkur. Þetta helst í hendur við auknar kröfur styrkveitenda og vísindatímarita opið aðgengi að rannsóknargögnum og endurspeglast í tilskipun Evrópusambandsins opin gögn og endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera og nýlegu frumvarpi Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra breyting á lögum frá 2018 endurnýtingu opinbera upplýsinga. Háskóli Íslands hefur nokkurt skeið unnið markvisst að eflingu rafrænna innviða og stoðþjónustu til að þessi markmið náist í því skyni að tryggja að vísindafólk geti staðið við kröfur styrkveitenda og vísindatímarita meðferð gagna og opið aðgengi að þeim. Háskóli Íslands er til dæmis þátttakandi í 3 styrktum rannsóknarinnviðum á vegvísi og sem þessir innviðir styðja beinlínis við þessar áðurnefndu áherslur. Og þetta eru þessir innviðir, fyrsta lagi miðstöð stafrænna hugvísinda og lista sem eru vettvangur fyrir uppbyggingu, vistun og aðgengi að stafrænum gagnabönkum í hugvísindum og listum. IREI sem er alþjóða rafræn rannsóknarinnviðakjarni fyrir upplýsingatækni og býður upp á gagnaþjónustu svo sem varðveislu og miðlun gagna, auk ráðgjafar og reiknigetu og loks EPOS sem er safn gagnaþjónusta sem veita opið aðgengi að mikilvægum jarðvísindagögnum frá Íslandi og eru hluti af miðlægri samevrópskri gagnaþjónustu EPOS. Fleiri gagnagrunnar og gagnaþjónustur eru reknar á fræðasviðum Háskóla Íslands og skal hér nefnt sérstaklega gagnaþjónusta félagsvísindasviðs, Gagnís, sem tekur við rannsóknargögnum, hýsir þau í opnu aðgengi og tryggir að vísindasamfélagið og almenningur hafi aðgengi að þeim til framtíðar án endurgjalds. Samfélagslegur ávinningur þess að veita opinn aðgang að rannsóknargögnum hefur verið reiknaður út og hafa til dæmis dönsk menntamála yfirvöld áætlað á móti hverri danskri krónu sem lögð er í slíka uppbyggingu megi vænta þess að 1,4 krónur skili sér aftur í hagkerfið sem nemur 50 milljónum danskra króna á ári og þetta eru verulegar upphæðir. Á hinn bóginn má ekki líta fram hjá því að fyrir einstakar stofnanir getur talsverður kostnaður falist í þróun og rekstri innviða sem nauðsynlegir eru til að opna og gera rannsóknargögn aðgengileg á stafrænu formi og það er mjög mikilvægt að stjórnvöld komi einmitt að þessu máli ásamt stofnunum eins og Háskóla Íslands. Nýlega var gerð könnun meðal akademísks starfsfólks Háskóla Íslands notkun þeirra á rannsóknarinnviðum erlendis þegar spurt var hvað vantaði helst upp á í rannsóknarinnviða uppbyggingu á Íslandi nefndi rúmur 1/3 svarenda uppbyggingu rannsókna gagnagrunna og aðgengi að þeim. Það er því afar brýnt að við sköpum vísindafólki okkar skilyrði til að byggja upp gagnagrunna á skilvirkan hátt og jafnframt að sjá til þess að gagnagrunnarnir séu aðgengilegir öðrum rannsakendum og samfélaginu öllu. Þetta krefst ekki bara þjálfunar og þjónustu við gerð gagnaáætlana eða tækni til að vista og veita aðgengi að gögnum, heldur líka kynningar á þeirri þjónustu og þeim möguleikum sem standa til boða. Til að þetta sé gerlegt er mikilvægt að öðlast yfirsýn
yfir alla þá gagnagrunna sem reknir eru við Háskóla Íslands og gera aðgengilegar á einum stað upplýsingar yfir þá sem og aðra rannsóknarinnviði. Og það spennandi dagskrá hér framundan og hún fjölbreytt. Fyrst koma sjónarmið stjórnvalda frá fulltrúum Kvin og Innviðasjóðs, þeim Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur og Sigríði Ólafsdóttur. Guðmundur Kjennisted kynnir þær gagnalausnir sem standa til boða hjá Ærey. Kjartan Ólafsson og Eiríkur Smári Sigurðarson segja frá uppbyggingastarfi í kringum Gagnís og miðstöð stafrænna hugvísinda á Lista og að lokum María Helga Guðmundsdóttir kynna kjarnasafn Rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Breiðdalsvík. Og með þessum orðum þá set ég þennan fund og býð þá fundastjóra, Eirík Steffensen hingað upp í pontu. En ég vildi segja ykkur að ég þarf því miður að fara og þetta sé mjög mikilvægt mál vegna þess að það ársfundur vísindagarða Háskóla Íslands á sama tíma og rektor Háskóla Íslands fer með atkvæði Háskóla Íslands. En það bara þannig, en ég bara óska ykkur bara góðrar samkomu og gangi ykkur vel. Takk.